Hann spurði hvort hann mætti hjálpa við að smíða og hvort hann mætti líka spila sína eigin tónlist á meðan. Ég svo ótrúlega þakkláttur fyrir að hann hafi viljað koma og syngja inn á þessari hluti. Flóni! Eftir þetta! Let's go! Ég vil aðeins fá the tour. House tour. House tour? Basically hérna stofan fína. Getið kveikt á Arneld og haft á Rómu hérna feldina og svona. Og það var fínt sko. Það er ekki með svona smá í drosti sko. Það er samt ekki. Þetta eldhús er mjög old school. Innanhús hönnuðurinn Flóni. Ég hef alltaf verið svona frá því ég var lítill sko. Ég hef alltaf að gefa mömmu tips og eitthvað. Og síðan er hérna lítil skrifstofa sko. Þetta er bara svona litla skrifstofan. Við erum stundum minna bara eitthvað að mixa og þá get ég bara svona leiðað hugmyndir hérna niður sko. Ég er með allt sem ég þarf. Og þessi allan mic, þetta er legendary mic sko. Öll plata mín fyrsta er tekið hérna mic sko. Kemur á óvart sko. Ég líka hef oft verið svo mikið í því bara, ég finnst svo þægilegt að vinna bara einn. Sérstaklega þú ert að vókala og syngja og allt svona dót. Bara, ég verð svo feiminn og ég verð bara lill í mér bara, ég veist bara svo þægilegt. Þú nærið einhvern veginn miklu meira að embracea þig og svona creativity þegar þú ert einn, skilur. Þú ert bara, þú getur testað allt. Annars þú verður feiminn eða? Já, oft þegar þú ert inn í stúdíu þá er einhver svona oft ykkur fullt af gaurum, skilur, eitthvað. Og þú vilt bara geta verið, einlægur og góður, skilur, eða, koma þér í eitthvað mood sem kannski heldur ekkert endilega fólki getur komist í. Þú ert að syngja allt, þetta getur verið svo lélegt, skilur, fyrst. Og þú ert alltaf að byggja meira upp, skilur. Hvenær er Flóni Power Hour? Hvenær ert í? Svona milli 1 og 4. Á nóttunni? Já. Það er ekkert hægt að vinna á daginn, þú ert ekkert bara 3, bara einhverju sessi, síminn á fullu og þú færð svona proper næði bara á nóttunni. 384 lög sem eru tímar, 16 klukkutímar, 39 mínútur. Þetta er bara staðan, ef eitthvað er bara hvað gerur, er eitthvað vesen eitthvað að vera tónlistarmaður, eitthvað skilur þá bara, yo bro. This is my record, skilur við. Því ég er náttúrulega að prodúsa mig mikið sjálfur, það er mjög fáir sem vita það. Þetta er alveg lífstíl, skilur við. Þetta er alveg lífstíl sem við lifum, skilur. Þetta er bara svona mikið chaos og alltaf mikið eitthvað að gera, skilur. Við erum alltaf bara, þessi lífstíl er alveg svona, verður stundum alveg svona, skilur. Verður stundum alveg bara svona, ok, er ég ekki alveg búinn að bara fá nóg? Mér langar í einhverju smá jákvæðan líf og eitthvað svona rútínu og bara svona, hafa bara einhvern tilgang, skilur, af því að, þegar þú ert bara eitthvað bara að gera tónlist þá ertu bara, þú getur voða mikið staðnað svolítið svona mikið, bara þetta er eins og þú ert að gera. Af því líka bara málið með, ég er ekki búinn með skóla, ég er ekki búinn með menntaskóla og ég er ekki í vinnu, skilurðu, nema þessu dóti. Þannig að þú farið ekkert með svona samviskubit líka svona bara samfélagslega, skilurðu, að þú sérst ekki að fara eitthvað svona leið sem er ótrúlega safe, skilurðu. Ég bara loka allt, skilurðu, og einbeita mig bara einhverju dóti, skilurðu. Ég þarf alltaf bara að hafa eitt til þess að gera og leggja svona allt í kringum það, skilurðu mér. Svona, í staðan fyrir að sund fólk gerir fullt af hlutum, skilurðu, kannski vinnu og þetta, skilurðu þetta. Þá vil ég alltaf bara hafa svona eitt hlut, skilurðu. Partíið það er að byrja, bad gælir allt í klíka, poppa inn og fer að finna, það er partí og allt í klíka. Hvar eru við núna? Við erum hjá Melaskóla? Núna erum við hjá Melaskóla, gamla skólanum mínum. Ég er lítill og feiminn, lítill krakki, skilur, var bara eitthvað voða slakur, mjög aktífur. Þess að heimilinu mínu var ekki net. Já! Þannig ég hef alltaf verið bara, ég hef alltaf verið bara svona úti að gera fullt af fullt af krökkum sem eru bara eitthvað í dag sem er bara, kannski upplega ekkert það bara hvernig er sjálf eitthvað að vera úti að leika sér. Þið eru alltaf eitthvað í símanum og tölvunni og það er svo
það er svo fucking eitrað, sko. Þetta er svona allt annar raunveruleiki, allt þetta social media kjaftaði, sko. En þess vegna verður líka að vera bara hjarteindur og bara halda í þitt. Fólk bara dýrkar þig eins og þú ert, skilur, ekki fyrir eitthvað svona, eitthvað fake dót sem þú veist að reyna eitthvað að appeara að vera, eitthvað svona, þú veist. Þú ert bara manneskja, þú ert ekki einhver fucking, þú ert ekki einhver Instagram-account eða eitthvað, skilur. Hérna er Hagaskóli. Hérna er Hagaskóli. Og þetta er Gaggó. Þetta er Gaggó, sko, Hagaskóli, þetta er. Mitt svona 8. til 10. bekk, þá var ég bara eitthvað svona voða feiminn, lítið í mér gaur, sko. Ég var bara eitthvað. Eins og íþróttirnar. Þú veist hvað íþróttir varst að spila? Eða þú veist bara að æfa? Gaur, allt. Allt í alvörunni. Ég var í fótbolta, í körfubolta, veist. Ég flakka alltaf á milli. Ég var í sundi. Þú veist, ég var í sundi 7 ár, pældi ég. Sko, það eru svona hlutir sem koma mér alltaf, einhvern veginn koma alltaf aftan af mér, varðandi þig. Þetta er bara húsið sem ég bara ólst upp í, sko. Þetta hérna? Já. Einmitt. Pældi, það var eins og veturinn, það var alltaf bara, mamma og ég fórum alltaf að skauta á til, sko. En á veturinn það var búið allt hérna bara búið ísa. Þannig að við vorum bara að skauta hérna bara og spila hot. Hver varstu saman með Flón? Ég var bara svona mikið flón, skilurðu. Ég líti alveg út fyrir að vera flónulegur, ég er alveg flón. Þú veist, ég er lítill gaur, ég er ekkert eitthvað sterklega vaxinn eða eitthvað neitt út. Ég þekki nokkuð stráka sem að elska að vera trappa. Þú ert eitt rugglegasta sjálfmyndatröll sem við vitum, sko. Þú ert með þetta baby killer bros. Ég get ekki talið, veit að fólk myndi segja að ég væri alveg uppfarinn. Sér mig koma, komdu, já, snertu mig hægt og rólega, komdu nær og nær. Ég fer að vomna og tala svona við mig, sko. Ég get ekki, sko. Það er það sem ég vil, sko. Ég vil aðeins. Þú varst á fiðlu, sko. Hvað, í Suzuki? Já, ég æfði það 6-7 ár á fiðluna, sko. Ég kunni aldrei þannig að lesa nóturnar, þannig að ég var alltaf bara eitthvað að pikka upp, sko. Það var mjög mikið verið að svona þjálfa tónlistaeyrað. Manstu eins og hvernig þú bara samdir þinn fyrsta texta, til dæmis? Sko, það er bara frekar nýlega ég gerði eitthvað lag, sko, sem var með okkur texti. Það er bara fyrir eitthvað svona 2 árum, 2,5, sko. Mikið af mínum lögum, sérstaklega eins og bara á plötu sem ég gaf út, er ekkert meira en texta. Ég er kannski aldrei eitthvað að skrifa niður og syng þá það sem er með að blaði, heldur bara að það er eitthvað minn inn í hausnum, sko. Ég vinn alltaf þannig að ég er við mækinn, skilur, og mér dettur kannski einhverja setningu í hug. Eitthvað sem mér finnst vera, eitthvað sem kemur kannski frá hjartanu eða eitthvað svona sem mér finnst vera flott. Og ég heyri það og sé bara, ok, mér dettur annað hug þess að bæta við, skilur. Þannig ég skrifa það sérst bara á staðnum. Þannig ég hef aldrei eitthvað með svona almennilega að skrifa eitthvað texta. Það er margt búið að breytast á þessu 1,5 ári sem ég gaf þessa plötu, sko, þannig að... En athyglin? Þú veist, athyglin er bara góð og slæm, sko, ég get alveg sagt það, veist. Ég hef aldrei verið mikið fyrir athyglina, ég hef aldrei verið það. Ég er frekar lítill í mér, ég er frekar feiminn, skilur, ég hef alltaf verið það, þú veist, en auðvitað dýrka ég alveg, veist, að fólk koma upp og er bara eitthvað gaur, ég elska tónlistina, þú veist, það þýðir ekki að mikið fyrir mig, þá veit ég bara, ok, damn, ég er að gera eitthvað góða hluti, skilur. Og veist, og því ég er að spila og ég heyri bara fólk að syngja með og allir bara brjálaðir á því, skilur, þá er ég bara geðveikt. Lögin sem hún gefur út eru rosa mikið og oft bara svona er ég, núna. Sem er rosalega revealing dæmi, það er rosalega mikið svona opinberun. Hvað ýtið er út í það? Ég tók þess ekkert alvarlega, ég var bara eitthvað svona lögin voru frekar opin, ég opnaði mig að segja frá kannski eitthvað svona hlutum og ég var svona, ég skammaðist mér mikið fyrir það, ég var eitthvað svona, þetta er kannski frekar skrítið, skilur, en því meiri svona tíminn leið þá var ég bara svona, ok, þú veist, af hverju ekki, veist. Þannig að á einhverjum tímapunkti var ég bara fuck it, mér er drullið saman hvað öðrum finnst, skilur, og maður getur ekki að hugsa hvort að fólk sé að fara að dæma, veist, hvort maður sé eitthvað viðkvæmur eða eitthvað, veist. Vá, mér getur ekki meira saman ef við kalla mig viðkvæma. Já, ég er ógeðslega viðkvæmur og tilfinningar mikið manneskja, skilur, og það er ekkert þess að skamma sig fyrir, skilur. Við búum á Íslandi, þetta er svo lítið þjóð. Það eru fullt af fólki sem glímir bara massa þunglyndi, massa kvíða, massa þetta og af hverju vera lokað að og ekki tala um það, skilur. Af hverju ættu að vera bara eitthvað að halda þér inni í eins og eitthvað lítið skel, skilur, og af hverju ættu að vera aðstæðan að tala um tilfinningarna. Af hverju, veist, það er bara svo fáránlegt. Strákar, þú veist, þeir eiga smá erfitt með að sýna að séu, þú veist, tilfinningaríkir, veist, þeir eru alltaf svo, margir gaurar sem eru svo lokaðir, þeir eru svona, þú veist, ég hef oft í gegnum mínan tíð, skilurðu, ekki alveg 100% getið verið ég sjálfur bara við fólk eru oft
oft, þú veist, niðurlægt mig bara eitthvað svona, þannig ég hef alltaf svona haldið mig til hlés, skilur, bara með að vera ég sjálfur og maður þarf bara að passa sig og vera sterkur, skilur, og vera samkvæmur sjálfur sig, skilur. Maður má ekki láta annað fólk hafa áhrif hvernig þú ert, skilur. Þú átt bara að vera þú og gera sem þú vilt gera og bara vera þú, skilur. Þú veist, auðvitað getur maður oft verið í þannig stöðu að maður getur búin að vera að gera alls konar kjaftæði bara út af hópþrýstingi og alls konar þannig dóti. En þú verður bara, þú veist, þú verður bara að vita hvað þú ert að gera, skilur. Maður hefur verið í kringum á vini sem eru kannski í miklari neyslu og það er bara erfitt, þú veist, þetta er bara svo sorglegt, skilur. Og þetta er ekki allt bara eitthvað gaman og þannig, skilur. Þetta er, þú veist, það er líka hlið á þessu sem er hræðileg, skilur, og bara er vond, þú veist. Einhverjum af mínum nánustu vinum sem hafa kannski farið bara af brautinu og reyna að koma sér aftur inn á hana, skilur. Það er bara, þú veist, það er ótrúlega erfitt og það bara brýtir í manni hjartað, skilur. Fyrir einhverja unga krakka og bara, þú veist, þetta er ekki frekar bara að vera í skóla og mennta sig að gera eitthvað allt annað en að prófa eitthvað svona dót, bara. Finnst þér eða fannst þér eins og það væri verið að mála því sem eitthvað svona bad boy? Já, þú veist, fólk veit náttúrulega ekkert neitt hver ég er. Fólk veit ekkert hver ég er. Þannig að, þú veist, ef það vil mála eitthvað vonda mynd af mér, þá bara gera svo vel. Þið megið bara gera það sem þið viljið gera. Ef þið viljið eyða tíminn ykkur að pæla ykkur vondum hlutum um mig og tala um ykkur neikvæða hlutum um mig, svo býðið. Mér er alveg sama, þú veist. Ég get ekki verið að pæla í mig. Ég verð að pæla í öllum hlutunum sem fólk hefur talað um, öllum slúðum sem ég heyrti um, öllu þessu kjaftaði, ég veit ekki hvað og hvað. Þú veist, það var ég bara búinn að missa vitið, sko. Sko, myndir þú segja að þú væri kvíðinn? Já, 100%. Bara ótrúlega kvíðinn. Samt, þú veist, ég lít ekkert endilega á það sem eitthvað neikvæðan hlut, skilur við. Þú veist, að ég sé kvíðinn, það er bara partur af mér, og það er bara gott fyrir mig og til þess að þroskast og verða bara manni, skilur, því ég er náttúrulega bara tvítugur. Núna síðustu 1,5 ári þá er ég búinn að þurfa svo mikið að challengea sjálfa mig með að fara út fyrir þægindaráminn og bara gera svona hluti, þannig ég er búinn að læra ótrúlega mikið í eitthvað nýja hluti bara svona með mig bara. Og ég hugsa mjög mikið. Manni líður sem að fullorðist búið hratt, skilur Lífið er líka bara upp og niður, skilur, og það er ekki alltaf að dansa á rósum. Það kom pressa á þig og það eru fólk að fylgjast með þér og fólk að dæma þig líka, skilur. En það eru svo margir sem er alltaf að dæma. Það eru alltaf að dæma, alltaf, þú veist, og glata. Ég reyni alltaf bara að fara, þú veist, ekki þá leið, skilur. Ég finn rosalega mikið fyrir hérna á Íslandi. Það eru allir svolítið mikið alltaf að pæla í öðrum, skilur. Allt og mikið. Og það er ekki búið að valda bara eitthvað svona eins og mikið af ungu fólki hérna í dag, skilur, á Íslandi. Það er ótrúlega kvíðið og bara hræddur með eitthvað social standarda og bara eitthvað svona fáránlega hluti sem það á ekkert að pæla í. Og við búum á þessu yndislega fallega landi og í staðinn fyrir að pæla ykkur, vera alltaf eitthvað í ykkur svona neikvæðan og ljóta vonda hluti, bara lifðu og hafðu gaman og gera sem þú vilt gera og ekki vera að pæla ykkur öðru fólki og vera að finna því. Lifðu því bara að gera sem það vill, skilur. Það er líka smá sem ég vil gefa eins og með tónlistin minni, ég er líka að reyna að fá hjá fólki, er að það taki sér þetta moment í sínu lífi, skilur, og sleppi sér aðeins og hætti að pæla og brosi kannski saman og dansi og er alveg sama. Þú veist, elska hvort annað og vera þetta saman. Hringi hann og spyr hvert að fara. Nóttin svo við getum verið saman. Þorri ekki að vera ég sjálfur fyrir framan hana. Rúla mér eina og við byrjum að tala saman. Þangað til ég dau. Alla vinna, alla lætur þangað til ég dau.